Ríkustu 10% Íslendinga eiga hátt í 3/4 af öllum hreinum eignum landsmanna. Yfir 30% Íslendinga skulda meira en þeir eiga. 1% jarðarbúa og nú næstum helming alls auðs mannkyns og í nýrri skýrslu bresku hjálparsamtakana Oxfam sem var kynnt í gær því haldið fram að á næsta ári verði eignir þessa 1% orðnar meiri en samanlagðar eigur hinna 99%. Á Íslandi eru hlutföllin auðvitað ekki jafn afgerandi. Skiptum landsmönnum í 10 jafn stóra hópa. Þá sést að meira en 30% Íslendinga eiga ekki neitt. Það skulda meira en þau eiga. Auðurinn fer svo stigvaxandi en tekur kipp þegar komið í ríkasta hópinn. Hvað heldur þú að ríkustu 10% Íslendinga eigi mikinn hluta af heildarauðnum í landinu? Ég veit ekki, það nokkuð mikið. 30, 40, 50%. Það svona 30%, eitthvað svoleiðis. 40%. Raunar eiga ríkustu 10%, 19.000 fjölskyldur og einstaklingar, samtals tæplega 1.500 milljarða króna, eða tæplega 73% alls auðs landsmanna. Til að komast í þennan hóp þarf fjölskyldan eða einstaklingurinn að eiga að minnstakosti 37,5 milljón króna í hreina eign. Sú fjölskylda eða sá einstaklingur sem akkurat í miðjunni á 750.000 krónur umfram skuldir, sem dugar ekki einu sinni fyrir miðlungsnotuðum bíl. En ríkasta 1%, 1900 skattgreiðendur, á að meðaltali 244 milljónir króna umfram skuldir, þótt þeir allra ríkustu í þessum hópi eigi auðvitað miklu meira. Hið margum rædda 1% á tæplega 23% alls auðs landsmanna. Drjúgur hluti eigna efnafólks í verðbréfum, en í þessum gögnum eru þau aðeins skráð á nafnverði, sem oft aðeins brot af raunverulegu verðmæti þeirra. Það má því leiða líkur að því að eignir þeirra ríkustu séu verulega vanmetnar og munurinn á þeim ríku og fátæku því enn meiri.